Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, ein af pólitísku tíðindum vikunar var það að Lilja Rafney Magnúsdóttir, fyrrverandi þingkona VG og sem að lengi var formaður atvinnumálanefndar, sagði sig úr flokknum út af því að grásleppa er komin í kvóta. Lilja, má ég spyrja þig, á hverju er grásleppan svona mikilvægt atriði? Hún er kannski bara svona táknrænt fyrir það aðgerðaleysi og vondar ákvarðanir sem hafa verið undanfarin 3 ár í matvælaráðuneytinu af minni eigin flokkssystur og að þetta fyllti alveg bikarinn hjá mér að fara að kvótasetja grásleppu sem auðvitað ekkert í stefnuskrá Vinstri grænna, heldur þvert á móti að vinna því að reyna að innkalla veiðiheimildir og endurúthluta með öðrum hætti og að reyna að koma í veg fyrir samþjöppun í kerfinu. En það að fara að kvótasetja grásleppu með framsali finnst mér alveg algjörlega út í hött og er bara verið að eyðileggja þetta samspil strandveiða og hrognkelsaveiða. Og hrognkelsaveiðar hafa verið stundaður langt árabil og verið stjórnað með dagakerfi og það er ekkert sem rekur eftir því að fara að kvótasetja grásleppu með framsali annað en græðgi sumra þeirra einstaklinga hagsmunaaðila sem þarna er í kerfinu og hafa komið sín á framfæri til stjórnmálamannanna að geta verslað með þessar heimildir og þetta þýðir bara samþjöppun áfram og hætt á því að strandveiðikerfi verði næst undir að menn fara að tala fyrir því að kvótasetja það og þess vegna rak ég bara hælinn niður og sagði nei, þetta komið gott. Ég er búin að reyna 3 ára að stoppa þessa vitleysu af. Mér tókst að stoppa þessa vitleysu af þegar ég var formaður atvinnuveganefndar þegar Kristján Þór Júlíusson reyndi að koma slíku frumvarpi í gegn en ég átti ekki von á því að ráðherra VG gerði þetta sínu fyrsta verki í matvælaráðuneytinu að fara að kvótasetja þessa tegund sem engin fiskifræðileg rök mæla með að þurfa að gera. Við sáum það í kosningunum 2021 og svo enn frekar í sveitarstjórnarkosningunum 2022 að VG var að tapa fylgi en meira í fyrir sunnan og í þéttbýlinu. Það var eins og að væri svona aðeins betri varðstaða út landið. Spilaði afstaða VG í sjávarútvegsmálum inn í það? Heldur að fólk hafi verið að kjósa VG frekar út á landi einmitt til þess að standa vörð strandveiðarnar, grásleppuna, byggðakvótann og þar fram eftir götum? Alveg hiklaust því að stefna Vinstri grænna í sjávarútvegsmálum er á þann veg að það eigi að gera allt til þess að treysta byggðirnar og byggðafestu og komið veg fyrir samþjöppun og auka félagslega hlutans í kerfinu sem eru strandveiðar, byggðakvóti og fleira upp í 8-10% á einhverju tímabili. Svo að ég sem fyrrverandi þingmaður til 12 ára og núna sem þá varaþingmaður að í síðustu kosningum að þá talaði ég þetta áfram fyrir þessu og fyrir því sem var verið að gera síðastliðin 4 ár þar og undan að nú værum við að gera allt til þess að verja þennan hluta fiskveiðistjórnarkerfisins sem væri ennþá meira frelsi, athafnafrelsi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og einyrkja og þess vegna held ég að VG hafi nú fengið það fylgi eins og í mínu kjördæmi, Norðvesturkjördæmi sem það fékk þá. Og þess vegna er það líka, það er þetta mjög mikil vonbrigði að síðan stendur ekki steinn við steini í þessum málum þegar að okkar eigin ráðherra fer í þetta ráðuneyti. Það er náttúrulega vekur spurningu. Ef að flokkur er með stefnu og kemst í ríkisstjórn til þess að ná henni fram og kemst í viðkomandi ráðuneyti til þess að raunverulega hafa enn betri aðstöðu til þess að koma stefnunni fram, af hverju kemst hún ekki fram? Það þarf auðvitað að berjast fyrir því að ná einhverju fram í stjórnarsáttmála og ég barðist fyrir því í fyrri ríkisstjórn að koma þessu inn í stjórnarsáttmála sem náðust þó í gegn að gera bragarbót á strandveiðikerfinu sem átti auðvitað eftir að klára og það tók alveg 3 ára að koma þeim breytingum í gegn með
sjálfstæðismann í ráðuneytinu en ég fekk mikla hjálp við það þverpólitískt af nefndarmönnum atvinnuveganefndar og þetta fór í tilraunaverkefni og inn í byggðastofnun til skoðunar og mikil undirbúningsvinna í öllu þessu. En ef að menn hafa ekki lagt áherslu á þetta við síðastu stjórnarmynduna viðræður að þá þetta færri verkfæri í töskunni en það ekkert sem segir það að það var í stjórnarsáttmála að koma grásleppunni í kvóta eða hækka kvótaþaki á stórútgerðinu eða annað þvílegt eða hleypa öflugum togveiðibátum enn lengra inn á grunnslóð heldur verið hefur svo að maður bara rasandi yfir þessu og hefur ekki viljað trúa þessu síðustu 3 ár og reynt allt að gera sem maður hefur getað til að tala fyrir stefnumálum í sjávarútvegsmálum Vinstri grænna og það sé reynt að gera hvað hægt að gera miðað við samstarf þessara 3 flokka en ég hef því miður bara að tala fyrir daufum eyrum og það mér bara mikil vonbrigði. Ég veit að fyrrverandi formaður Katrín Jakobsdóttir stoppaði það af við síðustu þinglokasamninga að þetta sama grásleppufrumvarp færi í gegn en nú var hún ekki til staðar svo þetta virðist hafa runnið í gegn án andmæla að nokkru gagni á VG. Hvað langt síðan þú gekkst í VG? Ég var nú eina af stofnfélögum VG og stóð á okkurum tímamótum þegar sá flokkur var stofnaður. Að ég var í Alþýðubandalaginu þar á undan og hafði verið varaþingmaður þar í 8 ár. Þá var Kristinn H. Gunnarsson þar þingmaður. Og það sem gerði það kannski að verkum að ég valdi að ganga og stofna með öðrum góðu fólki Vinstri græn var það að utanríkisstefnan kannski fyrst og fremst að það var ekki á dagskrá að ganga í Evrópusambandið og bara öflug byggðastefna sem var og ennþá í stefnu þess flokks og félagslegar áherslur og umhverfismál og kvenréttindi og jafnrétti það vantar ekki að stefnan bara alveg frábær en menn verða nú aðeins að leggja sig fram það að fylgja henni eftir í öllum málaflokkum. Ég ekki að segja það að það hafi ekki verið gert í öðrum málaflokkum en þessi 3 ára þá hefur bara VG skilað 0 að mínu mati í þessum sjávarútvegsmálum sem þetta bara mikil byggðamál. Kanntu að útskýra það hvers vegna? Nei, ef ég skildi það og vissi það þá væri ég kannski á betri stað en ég hef bara ekki fengið neina skýringar á því hvað þarna í gangi og mín þekking á þessum málaflokki og minn velvilji til þess að leggja gott til málana að það hefur ekki verið gert neitt með það. Við höfum stundur rætt hérna við rauðaborðið hvernig standi á því að þingið afgreiðir lög sem að eru mótuð að hagsmunum þeirra sem eru ríkir og með sterkastöðu hafa völd í samfélaginu en sjaldnar að lög séu mótuð að hagsmunum almennings. Er þetta eitthvað svona ástand í samfélaginu að stjórnmálastéttin hafi gefist of mikið eftir gagnvart þeim sem að hafa vald auðsins? Eða þetta sérstakt vandamál hjá VG? Ég held bara almennt að þá séu stjórnmálamenn orðnir hræddari við það að fylgja eigin sannfæringu og samvisku í þessum efnum bara miðað við ýmsa málaflokka og ég held að þessi ofurtrú á að það séu sérfræðingar að þeir séu bara inn í háskólakerfinu, vísinda, samfélaginu og öðru því líku. En þeir sem hafa þekkingu á viðkomandi greinum, kannski unnið við þær til fjölda ára, að þeirra þekking vanmetin, allt og mikið vanmetin. Og mér finnst að það vanti auðvitað bara að þessi viðurkenning á því að þekking til staðar þó hún sé ekki mæld í háskólagráðum. En þeir sem eru kannski stórútgerðin, það ekki allt saman háskólafólk og það hlustað á þau. Ég held að það sé vel hlustað á Þorsteinn Má Baldvinsson
og Guðmundi Brím sem reyndar eru báðir með háskólapróf en það hlusta á það vegna þess að þeir eru að reka stór útgerðarfyrirtæki og það þykir góð og gild sjónarmið sem þeir koma með fram á meðan að það kannski ekki hlustað á trillukallinn. Nei, það er þetta samspil valds og hagsmuna og fjármagns að það er stórhættulega vald sem má þetta ekki taka yfir hérna í samfélaginu og við urðum þetta vör við það og þegar að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Vinstri grænna reyndu að gera breytingar á kvótakerfinu sem fór allt í skrúuna á síðustu metrunum að reyna að innkalla veiðiheimildir og endur útluta með öðrum hætti og hafa stóra legupott og annað þvílíkt en það tókst þó að koma svo strandveiðum á og var það þetta vel en þá sýndi það sig að fjármagnseigendur og fjármálakerfi sem slíkt að það barðist þetta bara hart gegn einum breytingum þegar það voru þeirra hagsmunir að hafa þetta eins og þetta væri og það mátti ekki hrófla við neinu, það yrði allt upp í loft varðandi við og annað því að fiskurinn í sjónum var þetta bara orðin í raun veðsettur. Svo að það er þetta varðandi fjármagnseigendur í landinu, þeir hafa ótrúlega mikil völd og það endurspeglast í miður allt og mikið inn í stjórnkerfinu. VG var stofnað sem mótvægi við þessi völd? Já, algjörlega og ég bara trúi ekki öðru en að þar sé ennþá fólk sem berjist gegn því að láta fjármagnið ráða för en menn þurfa að hrista upp í eigin stefnu og horfast í augu við það að það er ekki hægt að gefa afslátt á öllu og tala ekki það menn eru bara að ganga fram með kolranga stefnu sem rímar ekkert við þeirra eigin stefnu. Ég ger mig fulla grein fyrir því að oft þarf að málamiðla og menn ná ákveðnum málu fram en ekki öllum og þurfa að kyngja einhverju málu sem þeim kannski ekki að skapi í samstarfi. Þannig er nú bara lífið að þarf ofta málamiðla. En menn verða að setja einhverja girðingar hver mikið er hægt að málamiðla og fara ekki að flytja stefnu annarra flokka af eigin frumkvæði eins og hefur gerst í þessum sjávarútvegsmálum undanfarin 3 ár og að hækka kvótaþaki hjá stórútgerðinni er þetta bara tabú og fara að koma með frumvarp í lagareldi þar sem er verið að tala að það sé engin tímalengd ótímabundi leyfi í stefnu VG er þvert á móti talað að það þurfa að vera tímabundi leyfi og endurúthlutunar hvort sem það er í lagareldi eða í sjávarútvegi. Þú ert hætti í VG en ertu hætti í pólitík? Lífið er þetta bara pólitík og ég er ekkert hætt í pólitík. Ég bara held áfram að hafa mína skoðanir og reyna að leggja mitt af mörkum til þess að efla hag landsbyggðarinnar og þeirra sem eiga undir högg að sækja í samfélaginu. Þetta kemur því umhverfi og ég var í verkfallsmálum og forystu hér á Vestfjörðum í mörg ár og stóð í erfiðu verkfalli hér á árunum áður 5 vikna verkfalli sem verkakona og ég er bara baráttukona í eðli mínu og ég verða að fylgja minni samvisku þó að ég veit að oft er þrautfullt að vera í pólitík vegna þess að maður næri ekki þeim árangri sem maður vildi. En nú hefur verið að ræða stöðu VG og það sem er svona sagt í svona kjaftaþáttum er að nú þurfi VG að fara í ræturnar og verða róttækari og rífa það upp og svo er líka sagt að Svandís Svavarsdóttir geti orðið formaður hún vill og hún væri líklega karakterinn sem helst myndi geta þetta. Það sem að í þinni gagnrýni að það sem að þau atriði sem þú ert að gagnrýna er eiginlega öll sem að hafa orðið til og verið mótuð undir stjórn Svandísar í matvælaráðuneytinu. Þannig að er Svandís ekki framtíðar formaður VG að þínum mati? Ef að það verður niðurstaðan þá held ég að hún þurfa að breyta mjög taktík og opna meira sinn skilning á ólíku viðhorfi og innan hennar eigin flokks og horfa til stefnunar og hlusta á fólk sem er að berjast fyrir sömu stefnu og hún ætti að gera í Vinstri grænum. En ég ætla ekki að segja það getur vel verið að það veri niðurstaðan en ég hefði gjarnan vilja sjá að það yrði reynt að stokka bara vel upp í þessu öllu saman og horfast í augu við það að það hafa verið mistök gerð
margir góðir hlutir hafa náðst fram eins og varðandi þetta nýja frumvarp örorkulífeyriskerfið og skólamáltíðar og þrepaskipting á skattkerfinu og lækkaðar greiðslur í heilbrigðiskerfinu til almennings og annað þvíumlíkt. Og það hefur þetta verið mikið uppbygging í samgöngumálu og margt gott hefur verið gert, bæði í umhverfismálum og loftslagsmálum og annað þvíumlíkt. En mér finnst að vanta þessa breidd í flokkinn eins og hann var þegar hann var stofnaður og endurspeglaðist fannst mér þennan tíma sem ég var inn á þingi þessi 12 ár að það var fólk úr öllum áttum sem hafði þekking og skilning á ólíkum málaflokkum vítt og breitt landið og mér finnst það bara vanta orðið innan VG að leggja áherslu á að þetta flokkur sem á að vera á landsvísu og þarf að lyfta upp sjónarmiðum allra þeirra sem búa í þessu landi og vera ekki of einstrengislegur með einhvað sem þeir sjá að ekki að ganga upp og fær litlar undirtektir eins og í sjávarútvegsmálum. En ertu að vísa flokki þar sem að hefur svona slitnað á milli grasrótarinnar og fórustunnar og grasrótið þá þar leiðandi ekki endurnýja sig og kannski ekki með jafn mikla breidd og var áður vegna þess að fólk sem þar upplifir það að þeirra raddir heyrist ekki upp til fórustunnar. Því miður hefur orðið svolítið það og ekki bara í þessu málaflokki. Það hefur verið auðvitað gagnrýni úr ýmsum áttum þó að ég hafi haldið þessari gagnrýni kannski sérstaklega fram varðandi þessi mál. En þá veit ég að aðri málflokkar hafa verið viðkvæmir og núna á að fara að stað með umræðu mikla uppbyggingu til dæmis á vindmyllum sem ég mjög skeptisk á og fleiri og ég held að það sé bara komið tími til að menn svolítið skoði inn á við og skoði hvað hefur verið velgert og hvað má betur fara en taki virkilega mark á þeirri gagnrýni sem lögð fram af góðum hug af fullt af fólki mér og öðrum og taki mark á henni því að einhver þingflokkur aldrei neitt eiland, það þörf á fólki vítt og breitt landið til að tala fyrir þeirri stefnu sem liggur fyrir og það þarf að vinna með hana áfram til þess að efla aftur flokkstarfið í landinu. Já, en það kemur í hlut annarra að reisa þennan flokku við, þú farin. Já, ég auðvitað bara til staðar en ég ekki farin öðruvísi en það að ég hérna til staðar og mitt hjarta slær auðvitað með þessum málefnum sem á stefnu Vinstri grænna en hvort að ég finni mig aftur í þeim flokki verður bara komið ljós að ég ekkert að fara að stökkva í einhvern annan flokk bara til að gera það. En ég vil bara að það verði rekin hérna sem öflugust vinstri og félagshyggju stefna í þessu landi þar sem áherslur á málefni landsbyggðarinnar eru til staðar, ekki bara að nafni til heldur í alvöru og mér finnst bara vanta mikið upp á það að raddir sem tala fyrir öflugri landsbyggð séu inn á Alþingi, að þekking á málefni landsbyggðarinnar að svo þekking sé að fjara ansi hratt út af Alþingi og það séu bara hagsmunaaðilar stórir sem passa upp á sitt og það sé allt of mikið samþjöppun hvort sem að það í sjávarútvegi eða samdráttur í landbúnaði og menn tala að byggja þar upp öflug verksmiðjubú og þessi hefðbundna fjölskyldubú borgir sig ekki lengur. Og ferðaþjónustan auðvitað að líka fara í þann farveg að það eru stóru aðilar sem stýra þar ferðinni. Svo það að mörgu að hyggja og fólk þarf að svona hugsa hvernig samfélag viljum við sjá hér til lengri tíma fyrir börnin okkar og á að vera gott að búa hvar sem á landinu og geta valið sér atvinnu og án þess að þurfa að vera undir helnum á einhverjum stórum fyrirtækjum. En þegar maður skoðar, Lilja, hvernig fólk á í landsbyggðarkjördæmunum kýs, að þá kýs það helst Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn sem eru gæslumenn hinna stóru hagsmuna sem þú ert að tala að ógni byggðjónum út á landi og það sama á við þegar maður skoðar kjör í sveitarstjórnir að þetta eru stóru flokkarnir út á landi og það eiginlega lítið mótvægi við þá, sérstaklega núna þegar VG gefur eftir.
Þetta er það sem að fólki út á landi vill. Að ég komandi úr litlu sjávarplássi Suðureyri sem skilst nú að þú hafir einu sinni verið að vinna. Já. Að þá þekkir maður auðvitað það að það er auðvitað alltaf ákveðin, hvað má segja, tilhneiging til þess að treysta á að þessi stóri sterki að hann hugsi betur hans hag heldur en kannski einhver annar sem kannski mun ekki fá að ráða ferðinni þó hann hafi fallið fyrirheit. Að þetta held ég að sé og hafi verið svolítið tilhneigingin í gegnum árin að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eru þessi stóru flokkar sem bjóða breið út faðminn og lofa öllu fögru og það sé best að lenda í stóra partíinu sem vinnur alltaf heldur en að fara að taka séns á hinu því þá ert þú kannski settur niður hvort sem atvinnulega séð eða með öðrum hætti eða þú fer nú eitthvað að rugga bátnum. Og það þekkja þetta menn í gegnum tíðina að það hefur ekki alltaf verið klappaði þeim. Þeir klappaður upp og kallaði bölvar kommunistar eða kusu ekki Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn og ekki fengið kannski fyrirgreiðslu sem eðlileg væri og annað þvílíkt. En ég held nú samt sem betur fer að þetta sé nú eitthvað að breytast og fylgispekt við flokka er að breytast líka. En ég held að vanti bara líka í samfélagið meiri, hvað maður segir, dýpt á umræðuna og skilning og menn sé ekki bara að hlaupa til eftir einhverju fyrirsögnum frá degi til dags eða Facebook-færslum og að fólk hugsi að pólitík er bara lífið sjálft og hvernig þú vilt sjá það þróast með þinni fjölskyldu og hvernig hag þinna fjölskyldu heilt yfir og almannahagsmunum er best borgið og þá þurfum menn aðeins að hugsa dýpra heldur en ákveða sér bara kjördaga sem skilst í forsetakosningunum að stór hluti þjóðarinnar hafi bara ákveðið sig að kjördag hvað það ætlar að kjósa eins og væri bara að velja tölur og lottó. Að lífið er bara svolítið flóknara og að þarf að taka meiri ábyrgð á sinni ákvörðun hvað þú kýst til þess að það endurspegli þá hvernig niðurstaðan verður. Herðu Lilja, takk fyrir þetta spjall. Það er vonandi að það verði svona endurreisn og upplifting á pólitíkinni út á landi að það held ég sé náttúrulega flestur ljóst að forysta þessara tveggja flokka í landsbyggðarkjördæmunum ef þú horfir til svona síðustu 40 árið eða svo hefur ekki leitt til styrkingar landsbyggðarinnar þvert á móti heldur styrkingar stóra fyrirtæki þar. En ég beð heilsa öllum á Súganda. Já, takk fyrir það. Þetta var Lilja Rafney á Súgandafirði en við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að átta okkur á þessu samfélagi sem breytist sífellt. Haldi skottið á því næsti kafli eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.